svona hálfrökkuðu stúdíói númer 8 ásamt Kolbeini Stefánsinni. Kolbeinn er ritstjóri bókar sem að kemur út í blábyrjun sumars, sem nú kannski ekki besti tími fyrir bókaútgáfu og þó, það var nú ýmsar bækur, svo sem Draumaland Andra Snæs Magnasonar sliði gegnum þessum tíma. Eilífðarvélin er uppgjör við ný frjálshyggjuna og bókin þetta er ritgerðasafn gefið út af háskólaútgáfunni. Uppgjör við ný frjálshyggjuna, Kolbeinn, þetta gefur í skyn að ný frjálshyggjan sé liðin undir lok. Nei, sjálfsög ekki. Það var mikil þórðargleði meðal vinstrimanna í kjölfar bankahrunsins og fólk var mjög tilbúið að mæta í fjölmiðla til dæmis og tala að nýfrjálshyggjan væri dáin. En nýfrjálshyggjan er hins vegar á sér langa sögu og hún hefur orðið fyrir meira áföllum með þessu eins og til dæmis í kreppinu miklu. Þannig að og hún á sér raun og veru með djúpa rætur í vestræni hugmyndahefð. Þannig að ég hef enga trú á því að hún sé liðin undir lok. En kannski uppgjörið snýst það að þetta er búið að vera svona ráðandi hugmyndafræði á undanförnum áratugum. Kannski á Íslandi frá því upphafi 10. áratugurins, Bretlandi og Bandaríkjunum frá því svona miðjan 8. áratugin. Þannig að það kannski það sem hefur gerst núna er að umræðin hefur opnast aftur. Það er ekki lengur þessi sjálfgefni sannleikur að fólk sé alltaf sjálfselst, sé alltaf að reyna að hámarka sin eigin hag, að marka eins og lausn allra vandamála. Heldur það að nú er hægt að taka þessa hugmyndafræði fyrir, metana á gagnrýninn hátt og svona opna umræðan upp á nýtt. Svo segir, þessi hugmyndafræði á sér djúpar rætur í evrópskri hugmynda og menningasögu, þannig að ný frjálshyggjan er í raun ekkert ný. Það er alls ekkert nýtt við ný frjálshyggjuna. Í raun og veru þá væri í raun og veru langþægilegast að kalla þetta bara frjálshyggju, að því að ástæðan fyrir kannski þessu nýmerki er það að það er mikill hugtakaruglingur í gangi í enskri tungu og það sem við gerum iðulega hérna á Íslandi er að þýða bara hugtökin eins og þau birtast okkur. Þegar við hins vegar skoðum frjálshyggjuna þá er þetta hluti af frjálslyndis hefð Vesturlanda og það eru kannski 2 megin hugmyndastraumar í þeirri hefð. Það er þessi félagslega frjálslyndistefna sem að jafnaðarmenn og miðjuflokkar standa fyrir og svo er það þessi frjálshyggju hefð sem að með þessa hörðu einstaklings- og markaðshyggju. Og í sjálfu sér er nýfrjálshyggjan bara nýjasta birtingamynd þessarar hugmyndafræði og að því leyti er sammála þeim sem að efast þetta orð að það er ekki heppilegt því að það gefur til kynna að það sé eitthvað meira og nýrra að gerast í þessari nýjustu birtingamynd. En eins og til dæmis Sveinbjörn Þórðarson fjallar í kaflanum sínum í bókinni, þá er þetta þessi klassíska frjálshyggjustefna og vandamálið við hana, hún hefur ekki tekið tillit til dæmis framfara sem hafa orðið á sviði heimspeki, sálfræði, svo kallar atferðlishagfræði og fleiri fræðigreina sem að hafa svona sýnt fram á það að forsenduna sem að þessi hugmyndafræði byggir á það standast ekki. Þú segir mér að svona, rótin að þessu ritgerðasafni sé að finna í bankahruninu. Já, þetta nýfrjálshyggjan eða frjálshyggjan, hún var mjög áberandi umræðin í kjölfarið á bankahruninu og það kannski gerist oft þegar að einhver svona hugtök frá floti í umræðinni að þau eru notuð mjög losarlega. Og tíma var það eiginlega þannig að orðið frjálshyggja var notað allt sem að fólki hafði mislíkað á útrásatímanum og að því leyti þá svona fannst mér ástæða til þess að setja fram einhverja svona bók sem að drægi þennan mörk, skýrði út á hvað frjálshyggja gengur og gæði fólki svona tækin til þess að meta fyrir því sjálft hvaða hlutverk frjálshyggjan gegndi í aðdraganda hrunsins. Því að ég er alveg sannfærður það að hún gegndi stóru hlutverki en það var líka margt annað sem var að í ofanálag þannig að það þarf aðeins að skoða þetta í sínu samhengi. Út af hvað gengur frjálshyggjan? Frjálshyggjan tekur útgangspunkt í ákveðni sýn á manneskjuna sem að liggur í því að við höfum öll ólíkar þarfir, ólík gildi, ólíkar langanir og að því leyti þá er þetta eitthvað sem við getum öll skrifað undir. Manneskjan er mjög fjölbreytt vera og
og hugmyndin það sem að frjálshyggjan gagnrýnir í raun og veru við ríkisforsjá og velferðarkerfi og annað slíkt að lausnir sé allar staðlaðar, það sé ein stærð fyrir alla. Sú gagnrýni að vísu ekki alveg réttmæt. Það vissulega dæmum að hafa gengið þá átt og ákveðin þættir kerfana eru þannig og það eitthvað sem hægt að laga. Hugmyndin hjá frjálshyggjunni hins vegar að færa þetta allt yfir á markaðinn. Friedman til dæmis tala það að markaðurinn sé einhvers konar hlutfallskosning þar sem að fólk getur fengið að kaupa, að kjósa með veskinu. Það er kjörbúðalýðræðið svo kallað. Það sem hann nefnir hins vegar alltaf sem dæmi þegar hann að tala kosti þessa valfrelsis allt mjög léttvægt. Þetta hvaða litur af bindið þú getur valið mismunandi drykkjavörur og annað slíkt. Og þá komum kannski að því sem kannski vandamál frjálshyggjunnar það að hún ýtir öllum hugmyndum sameiginleg gildi í samfélaginu út af borðinu. Og auðvitað fráleitt að fara að tala sameiginleg gildi þegar við erum að tala föt eða vöru eða slíkt. Við viljum hafa ákveðið frelsi þar í að reyna að skapa okkur ákveðið identitet og bara vera með ólíkan smekk. En þegar kemur að ýmsum þáttum hvernig við skipuleggjum samfélagið og annað slíkt þá eru ákveðin sameiginleg gildi og líklega eiginlega ómögulegt að hugsa sér samfélag sem að getur þrifist án þess að sé einhvers konar sameiginleg gildi viðmið, eitthvað lím sem að heldur samfélaginu saman. Og það sem að kannski líkingin í titli bókarinnar, þetta með eiginleiðvélina, að hugmynd frjálshyggjunnar svo að ef við getum fært sem mest flesta þætti mannlífsins yfir á markaðinn, þá þurfi ekki lengur að taka einhverja sameiginlegar ákvarðanir eða framfylgja einhverja sameiginlegum gildum. Þá eru komið bara samfélag sem gengur fyrir eigin afli, svo að segja. Og í því kannski liggur þessi óraunsæi frjálshyggjunnar. Þetta það má eiginlega segja á vissan hátt sé hún fullkomin andstæða kommunismans eins og hún var iðkaður í Sovétríkjunum, en á annan hátt þá eru mjög skýrar hliðstæður. Þetta svona ein lausn á öllum vandamáli samfélagsins og hana má innleiða jafnvel með töluverðum tilkostnaði því að í framtíðinni á það að skila miklu betra samfélagi. Þegar að bankahrunni var þá heyrði maður heyrði maður marga sem að svona úr röðum frjálshyggjumanna sem að töluðu að það hafi náttúrulega ekki verið hugmyndafræðin sem hafi brugðist heldur einstaklingarnir og til dæmis þetta með að ríkisvald